þá það þriðji og síðasti hlutinn af 5. kaflanum úr Maður og náttúra. Við enduðum síðasta hluta á að fjalla prímadæn, lítill hópur prímadæn kallast mannapar. Mannapar eru gibbonar sem við sjáum hér, órangútar, górillur og simpansar. Þessar tegundir eru skyldar okkur í þessari röð, en 5. tegundin, það erum við mennirnir. Simpansar sem dæmi eru rúmlega 99% eins og við. Menn hafa lengi leitað að týnda hlekknum, það er að segja hlekk frá apa til manna. Sáu þetta svona sem svolítið einfalda keðju. En eftir því sem þið fundu meira þá komist þér að því að þetta er í raun og veru margir hlekkir í mjög flókinni keðju. Menn horfðu lengi á það að allar vísbendingar bentu á að maðurinn hefði þróast í Afríku, en það fór frekar illa í vísindasamfélagið í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar. Þetta er þegar nýlendutíminn er í hámarki, breska heimsveldið þetta er blómatími þess. Þannig að árið 1912 þá finnst þessi hauskúpa í Bretlandi, fékk nafnið Piltdown-maðurinn, en hún passaði inn í að sýna fram á að maðurinn hefði þróast ekki bara í Evrópu, heldur í Englandi. Og þetta var eina vísbendingin þetta, en mönnum langaði svo að trúa þessu að þetta var tekið bara gott og gilt í nokkra áratugi. Þetta finnst 1912, 1953, 41 ári síðar, þá kemur það upp úr dúrnum að þetta reynist vera bara steypa frá að til að. Þá hefði maður reynilega að falsa þetta með hauskúpu úr manni, kjálka úr órangútan, notaði sír og eitthvað til þess að láta líta dularfullt út. Þetta var bara tóm steypa. Því að maðurinn hann þróaðist vissulega í Afríku og nú deilir enginn það. En fyrir rúmum 2 milljónum ára þá lifðu í Afríku nokkrar tegundir svokallara sunnapa, stundum talað suðurapa, Australopithecus heitaður upp á latínu. En það fannst einstaklingur, steingerð beinagrind af einstakling, kvendýri, sem fekk nafnið Lucy. Það kemur úr Beatle-laginu Lucy in the Sky with Diamonds. Hér er önnur tegund af svona sunnöpum, hvað það er Boisei, en það lifðu margar tegundir sunnapa á þessum tíma, aðalega í Afríku. Svipaleiti, eða fyrir 2 milljónum ára, þá kemur fram ný tegund sem hefur fengið heitið upp á latínu Homo habilis eða hæfimaður. Þetta eru fyrstu mennirnir, enda með ættkvíslar heitið Homo. Þeir gátu smíða sér verkfæri, mjög einföld verkfæri. Mennirnir ekki einu dýrin sem geta notað verkfæri, en við erum einu dýrin sem geta búið okkur til verkfæri. Þeir borðuðu mjög fjölbreytta fæðu, meðal annars kjöt, sem hefur það í för með sér að það gerir heilanum kleift að stækka, því að kjöt er mjög orkumikið og sérstaklega fitan. Reismenn komu fram síðar. Þeir lifðu aðalega í Afríku og stundum kallaðum Homo ergaster sem Homo erectus í Afríku, en þeir gátu smíðað mun flóknari verkfæri. Þeir fóru eitthvað til Evrópu, alla leið til Asíu og Indónesíu, þegar við kannski talað jöfumenn, það eru Homo erectus. En þeir gátu líka farið með eld. Við vitum ekki hvenær þeir lærðu að kveikja eld, en við vitum að þeir kunnu að halda eld lifandi sem þeir fundu. Eldur getur kveiknað út frá eldingum og ýmsu öðru. Og það hefur aðalega 20 för með sér. Þá er hægt að elda mat, þá verður fleira ætt í raun og veru þegar það er hægt að elda það. En það er líka hægt að nota eldinn til þess að halda burt rándýrum. Heidelberg maðurinn kom fram fyrir 600.000 árum. Hann er svona tiltölulega líkur okkur í útliti að talið er, en voru frekar svona einhæfir veiðimenn, ekki með ímyndunaraflega neitt í þá veruna. Það voru neanderdalsmenn svo sem ekki heldur. Þeir voru lagaðir að lífi á ísöld, en þeir lifðu í Afríku, nei, í Evrópu segja fyrir ekki, og Asíu, hérna við ísröndina. Svæði hér fyrir norðan var jökull. Þeir lifðu í
jökulbrúninni og jafnvel inn á jöklinum aðeins. Þeir voru lágvaxnir og breiðleitir til þess að lifa frekar af í kulda, því þannig er meiri hiti hérna inni, minna yfirborð, þannig að það verður ekki eins og mikil hitatap út og ekki vökvatap heldur. Þeir svitnuðu lítið, voru með stór nef til þess að losa sig við hita ef þeir voru að hlaupa, þannig að þeir þurftu ekki að svitna mikið. Menn hafa mikið velti fyrir sér af hverju neanderdalsmenn hurfu. Það er talið að þeir hafi í raun og veru blandast öðrum tegundum manna sem voru komnar fram á þessum tíma, til dæmis Heidelberg maðurninum sem vorum að skoða þaðan. En sumir hafa haldið fram þeir hafi hreinlega dáið út og orðið undri í samkeppninni, en vísindamenn telja sig hafa fundið í dag leifar af erfðaefni neanderdalsmanna í erfðaefni okkar. Nútímamenn sem höfðu ímyndunarafl, það er í raun og veru það sem aðgreinir nútímamannin frá öðrum tegundum frummanna. En þeir koma fram fyrir 200.000 árum, en það er fyrir svona 30-50.000 árum sem að þeir hafa, sem nútímamaðurinn kemur fram svona eins og við þekkjum hann. Það er að segja, það hefur ekki orðin en þróun að viti síðan þá. Hérna sjáum við að maðurinn yfirgaf Evrópu fyrir 100-200.000 árum og komin hingað fyrir 60.000 árum, en það er ekki nema svona 50.000 ár síðan fór til Ástralíu, en innan við 20.000 ár síðan fólk fór að rölda hérna yfir, þá var landbrú hérna á milli, yfir til Ameríku. Hérna sjáum við höfuðkúpur nokkurra tegunda, þetta eru simpansar, þetta er sunnapi hérna, hæfimaður, reismaður, neanderdalsmaður og svo við, og það er aðalega efsti hluti heilans hérna sjáum við sem við stækkað, þetta er allt frekar flatt, en það er efsti hluti heilans sem að það sem ímyndunarafli býr og hæfni okkar til þess að álykta og finna upp nýja hluti. Erfðafræðilegur flöskuháls er þegar það verða mjög fáir einstaklingar eftir. Þegar það verða fáir einstaklingar eftir, eins og við sjáum á myndinni hérna. Hérna er mikil fjölbreytileiki, margir litir, en svo deyja margir einstaklingar. Þessir lifa af, svo deyja þessir hér, þá verða bara þessir tveir eftir. Hvað þýðir það? Jú, allir sem verða, þegar tegundin fjölgar sér svo aftur, þá verða allir einstaklingandi sem fæðast eftir það með einkenni þessara einstaklinga. Allir þessir eiginleikar hverfa. Því verður miklu minni fjölbreytileiki. Hérna sjáum við fjölbreytileikan, svo deyja allir. Og ef það deyja of margir, þá verður fjölbreytileikin of lítill og þá deyr tegundin einfaldlega út. Þetta getur alveg gerst. Þetta var við það að gerast fyrir 100-150.000 árum þegar mjög fáir einstaklingar voru eftir. Aðstæður í Afríku voru mjög erfiðar og þarna fækkar mönnum aftur, menn virðast hafa horfið að mestu í Asíu. En það er talað að það er vorðið eftir 5-10 konur, vissulega voru fleiri konur uppi á þessum tíma, en þessar 5-10 eru formæður alls mannkins og aðeins seinna voru eftir 10-20 karlar og þau hafa fengið þessi nöfn hérna. Þannig að við vorum ansi nálægt í að deyja út þegar við fórum í gegnum þennan erfðafræðilega flöskuháls. En þá er þessum hluta lokið.